Hér erum við komið með alveg splunkunýjan bíl, einn nýlegan frá Kína. Þessi bíl heitir Ceres 3 og það er RAG umboðið í Hafnarfirði sem flytur þessa bíla inn og selur. Þessi bíl er mjög huggulegur á að líta og það verður að segjast eins og er að þetta er kærkomið viðbót í flóru þessara litlu sport-krosslinga ef að svo má orðið komast. Þetta er framdrifsbíll, hann er með einu mótor hér fram í sem gefur 163 hestaafl og hann togar 300 Newtonmetra og það er sannast sagna alveg ágætt að keyra þennan bíl. Þessi bíll hann er að koma til landsins á þessum flottu felgum hérna. Þetta eru autotómu álfelgur og þið sjáu þetta bláa þema hérna, það er allir með það á rafbílunum sínum, þá að tákna rafmagnið. Nú hér er einmitt hægt að hlaða þennan bíl og hann tekur í heimahleðslu 6,6 kW. Það þýðir að ef við erum að hlaða hann svona upp í 80% þá erum við sennilega svona kannski 40-45 mínútur að koma honum upp í 80% sem er nú ekkert mjög langur tími. Þetta er náttúrulega kannski ekki alveg jafn hröð hleðsla eins og mörgum öðrum bílum í samkeppninni en samt bara alveg ágætt. Og það er hægt að það er lokað fyrir hraðhleðslutengi hérna meðan maður er ekki að nota það og mjög vel frá þessu gengið að öllu leyti. Hann lítur bara svolítið, hvað við að segja, þetta er svona sambland af Mazda-lúki, jafnvel Opel, allavega þá að sver hans í ætt svona lítils sportjeflings. Það er sammerkt með þessu rafmagnsbílum að það er allir að reyna að minnka loftmótstöðuna og hérna sjáum við mitt apparat sem á að gera það. Að kljúfa loftið þannig að hann brjótist betur í gegnum það. Og hér líka, hér er smá svona kantur sem á að ýta loftinu frá. Nú, það er áætlað að þessi bíl komi fjórhjóladrifinn á næsta ári. Þannig að þeir eru alls ekki að baki dottnir. En til gamans má geta að sá sem að kom þessu á koppinn, þessu fyrirtæki, hann heitir Martin Eberhard og var einn af stofnendum Tesla. Þannig að hugvitið að baki þessum bíl er ekkert tekið upp úr einhverju ruslafötu og einhverju gömlu bílaverkstæði. Þetta er bíl sem er úthugsaður í Bandaríkjunum og höfuðstöðvar fyrirtækisins er einmitt í Kaliforníu. Mér finnst afturendin á þessu bíl mjög huggulegur. Reyndar þessi rauði litur og þetta bláa þema hérna, þetta gargar svolítið á mann eða maður getur sagt svo. En hann er smart hérna aftan á, svolítið stórt letur hérna Ceres 3, það fer ekki fram hjá sjóndöprum allavega. Farangursrýmið í þessu bíl er bara alveg þokkalegt. Þetta er luxury típa og hann er bara til þannig að þessi bíl hjá RAG umboðinu og það er ekkert svakalega stórt skottið en það er heldur ekki stórt á flestum öðrum bílum í þessum stærðarflokki af bílum. Þetta er cirka kannski 300 lítrar, ég er ekki alveg með það vegna þess að það er ekki gefið upp á spekkunum á þessum bíl þannig að ég myndi giska á að þetta væri svona svipað og Hyundai Kona, eða ég veist að þetta sé stærri en á MG, ZS-bílnum, þannig en svo er náttúrulega hægt að leggja sætin niður 40-60 og þá er komið meira pláss eins og gefur að skilja, en varðandi frágang og annað slíkt þá verður maður bara að segja að húrra fyrir því. Þetta er bara ekkert öðruvísi heldur en á þessu nýjustu og flottustu bílum sem er að koma til Evrópu núna. Og hér er myndavél, sjáu þið. Hún kemur ykkur staðar hérna undir. Það er 360 gráðu myndavél á þessum bíl. Og drægnin er ykkur staðar í kringum 420 km. Það þýðir að við erum að hlaða bíl svona upp í cirka, 80%, að þá erum við kannski að fara svona
300, 310 að sumri til en skemur að vetri til. Jæja, þá voru aftursættistestið hérna í Ceres 3, þessum nýja kínverska rafbíl. Hér er ágætt að sitja. Það er alveg bara þokkalegt fótapláss. Það er samt ekki neitt í líkingu við í til dæmis iWays-bílnum. Það er mun meira pláss þar. Hins vegar er þetta alveg nóg og það er meira pláss hérna heldur en til dæmis í Hyundai Kona. Nú, hér er 12 V tengi. Það er svona pleður á sætunum sem er svona, já, mjög algengt í þessum bílum í dag, þessum nýju bílum að þetta er hvorki leður né plast, ég veit ekki alveg hvað þetta er. Maður spyr sig að því hvernig þetta lítur út eftir svona 2-3 ár með búið að vera með barnastóla og svoleiðis í þessu. Það eru huggulegi vasar hérna. Höfuðplássið er alveg ágætt. Það er samt sólúa hérna sem að tekur talsverta plássi. Nú sætin eru pínu lág. Maður situr svolítið svona í vinkil hérna og kemur hérna smá svona, kemur hott hérna á sem að er breytandi kannski til lengri tíma, en þetta er náttúrulega bara hugsað sem fjölskyldubíl í borg og bæ og virkar örugglega ákaflega vel sem slíkur. Það er svart þema hérna í loftinu og já, það lítur mjög vel út. Mjög skemmtilegur frágangur á öllu hér. Jæja, við ætlum aðeins að kíkja hérna á tæknina í bílnum. Við erum hérna með 10,25 tommi skjá og þetta er kerfi hérna sem að stýrir loftræstingunni. Það er líka hægt að eiga við það hérna niðri með tökkum sem er mjög þægilegt. Þarf ekki að hlaupa í skjáinn og það er í þessu náttúrulega útvarp. Driving assistance hérna, það er akreunarstýring, það er myndavélin og svo hérna, já, 360 myndavélin. Hún er alveg skýr sem myndavél. Sýnir alveg þræl vel, bæði fyrir framan og aftanan. Það er Bluetooth í honum sem kemur í staðinn fyrir Android Auto og Apple CarPlay. Það er ekki svoleiðis í honum. Síðan er þetta að spila tónlistina, þú getur spilað hana bara í gegnum Bluetooth. Hérna er þetta að spila af símanum bara á skjáinn. Vídeó til dæmis. Og það er þetta að stilla bílinn á alls konar vegu. Hvernig við viljum koma að honum. Það kallast personalization hér. Og það er stöðugleikakerfi í honum, tölvustýrt. Það eru 3 akstursmódar, Eco, Sport og venjuleg. Já, ég var að spá í endurvinnsluna á orkunni. Þess að orkuendurheimtina sem er allir að tala um og að stilla í stýrinu á bílnum. Hérna þarf þetta að fara ansi langt inn í stýrikerfið til þess að stilla það að bíllinn endurhleður mismikið af orkunni, umfram orkunni, inn á batterið aftur. Hérna er þetta að stilla það, að það gerir það lítið, medium og mikið. Og það eru sumir sem finnst þetta ekki þægilegt að þetta virkar úr bremsa á bílnum. En þetta er náttúrulega mjög nauðsynlegt að geta nota þetta þegar maður er að spara rafmagn. Og þetta kallast því leiðilega íslenska nafni orkuendurheimt. Það er mjög leiðilegt að segja þetta hratt. Orkuendurheimt, orkuendurheimt, orkuendurheimt. Bara mjög erfitt að segja þetta í rauninni. En þetta er mikilvægt og hefur líka verið kallað á enskunni one pedal drive. Það er að segja að þú þarft ekki að bremsa bílnum. Þú ekur honum bara og tekur svo fótinn á orkugjöfinni og þá er svo bílinn hemli. En hann er í raun og veru að vélarhemla og nýta umframorkuna inn á batterið sem er rafmagn. Þá ætlum við að aka aðeins og við byrjum náttúrulega þegar að prófa beygjurradíusinn. Sjáu þið, nú keyri ég í hring og beygjurradíusinn á þessum bíl er alveg þrælgóður. Pínku lítill sem þýðir að hann beygir bara eiginlega á punktinum.
Það með marga rafmagnsbíla sem ekkert svona dót hérna við hjólin. Það gerir beygjuradíinn svona svakalega lítinn og flottan. Leið og að síðan komi mótor, ef hann 4 drifinn, það komið mótorar hérna framan. Kannski breytist það pingu lítið. Mér langar aðeins að segja ykkur hvernig að aka þessum bíl. Það þræl gott að aka þessu. Ef við tökum aðeins sætin, þá eru þau svolítið svona Toyotuleg. Að tillitinu til að seturnar eru pínu stuttar og ég myndi vilja fá aðeins meiri stuðning við lærin. Og hins vegar mjög góð stuðning við bakið og maður situr mjög vel í þessu, sjónlínan mjög góð og stýrið ákaflega þægilegt. Bíllinn 1750 kíló og nota bene það má draga alltaf 750 kílóm á þessum bíl, segir innflytjandinn. Og það meira að segja hægt að fara upp í 1200 kíló ef að það eru bremsur á vagninu sem verið að draga. 8,900, þetta nú ekkert að reyna það, en það bara mjög gott að aka bílnum, stýra honum. Allt hérna inni, það mjög vel úr garði gert. Það mjög skemmtilegur frágangur öllu hérna. Mælaborðin úr mjúkum efnum, afþreyingarkerfið á 10,25 tommu skjá. Mælaborðsskjárinn svolítið svona eins og í Volkswagen. Já, bara eins og að sé úr Volkswagen. Það getur vel verið að þeir hafi verið að vinna eitthvað saman. Allavega var það Martin Eberhard sem var einn af stofnendum Tesla sem kemur að þessu verkefni. Þetta fyrirtæki sem framleiðir þennan bíl, það var stofnað árið 2016 í Silicon Valley í Bandaríkjunum sem sprotafyrirtæki. Og það komið alla þessa leið, það byrjaði að framleiða bíla og það nokkuð bara glettilega flotta bíla. Þannig að það engir aukvisar, það var enginn sem fann þessar teikningar af þessum bíl í einhverju ruslafötu og hérna byrjaði að smíða hann. Heldur þetta, eins og ég segi, að koma þessu sterkir aðilar. Og svo bílinn alltaf bara framleiddur í Kína því að það ódýrt og þeir að skjótast upp á stjörnuhimininn Kínverjarnir í bílaframleiðslu. Það engum blöðum það að fletta. Það til dæmis Tesla, framleidd í Shanghai, Volkswagen framleiddur í Kína og Volvo framleiddur í Kína, Polestar framleiddur í Kína og halda áfram. Þannig að Kína ekkert slæmur staður til þess að framleiða bíl á. Nú, það svona, mér finnst bara mjög gott að keyra hana bíl. Gulli hérna, hann lætur vel á honum líka. Segir að þetta sé gríðilegt að keyra og hann fari þokkalega vel með mann. Það alveg ágætis pláss hérna. Með stýrið, það tiltölulega nákvæmt, það svolítið létt. En ef við berum þetta saman við það sem samkeppnin að gera, þá hann að vísu aðeins minni heldur en iWays bílinn og það mun meira pláss aftur í honum. Hann á svipuðu verði, þó þessi aðeins dýrari. Og hann stútfullur á loftpúðum. Þeir sem hafa verið að gera það gott í Euronap testunum eru bílar frá Kína núna síðast árið 2021. Þannig að það væsir ekkert hann öryggislega hérna inn í þessu farþegarými. Það eru hliðarloftpúðar, það eru gardínloftpúðar, það eru hnélloftpúðar, það alls konar loftpúðar. Við bara erum rosa ánægðir með þennan bíl. Náttúrulega, hann kannski pínlítið dýr með við það að vera nýtt vörumerki að koma inn á markaðinn. Ég meina, þetta bara svipað verð og á hérna Hyundai Kona og MG ZS-bílum, rafmagnsbílum. Yfir allt þá held ég að þessi bíl sé mjög hentugur bara fyrir þá sem vilja bíl sem að kannski fara á í sumarbústaðinn hverja helgi og í gólfið og hentar mjög vel bara lítilli fjölskyldu eða jafnvel eldri borgurum sem að njóta lífsins og vilja eiga rafbíl.